Komið sæl og velkomin á fund nr. 558 hjá bæjarstjórn í Hveragerði. Við sitjum hérna á fund núna, haldinn í fundarsal Breiðumörk 20, 5. 9. febrúar árið 2023 klukkan 5. Fundinn sitja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Sandra Sigurðardóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson og hér erum við Sigmar Karlsson, er það ekki rétt fyrir mér? Hárrétt. Geir Sveinsson og Helga Kristjánsdóttir, starfsmenn fundarins, og Hlynur Kárason, sagði ég það ekki? Þetta er hérna valinn maður í hverju rúmi hér. Fundargerð ritar Helga Kristjánsdóttir, en hérna er einhverjar athugasemdir við fundarbóðið. Nú þá heldum við til dagskrár, en áður en við förum í þessa formu auglýstu dagskrár þá erum við með bókun sem okkur langar að setja fram sameiginlega ef að bæjarstjórn samþykkir það. Ég ætla að lesa þessa eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Hveragerði skorar á ríkisstjórnina að veita auknu fjármagni til vegagerðarinnar vegna snjómoksturs á Hellisheiði til að tryggja betri samgöngur á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurlands undirlendis. Tryggja þarf öryggi vegfarenda, tryggja þarf greiðar samgöngur vegna sjúkraflutninga sem og aðgengi íbúa á Suðurlandi við höfuðborgarsvæðið þar sem fjöldi Suðurlendinga stundar sína atvinnu. Einnig skorar bæjarstjórn Hveragerðisbæjar á ríkisstjórnina að huga að framtíðarlausnum á þessum fjölfarnasta vegkafla landsins til að bæta megi umferðaröryggi. Og taka ekki allir bæjarfulltrúar undir þessa bókun? Er það ekki? Ég ætla bara að biðja að gefa mér merki. Nú, og þá er það formið dagskrá. Það er fyrsti liður sem er fundargerð bæjarráðs frá 19. janúar 2023 og þar ætlum við að afgreiða sérstaklega lið 1, 2, 3 og 7 og ég ætla að liður 1 er samningur við nemendur 7. bekkjar í grunnskólum í Hveragerði umhverfishreinsun 2022 til 2023 og þetta það er orðið laust þennan ágæta lið. Við fögnum auðvitað þessum samningi. Þetta er verkefni sem hefur verið mjög farsælt í áraraðir og orðið laust þennan lið. Já, kannski bara. Já, gjör svo sem var. Forseti. Já, ég langaði í rauninni bara að taka undir það sem þú átt að segja. Í rauninni liður 1 og 2, annars vegar samningur við 7. bekk umhverfishreinsun og hins vegar samningur við 10. bekk nákvæm verkefni sem þau vinna. Bara gríðarlega flott verkefni sem hefur verið unnið í samstarfi við Hveragerðisbæ og krakkarnir og við fundum daginn þegar Geir kom til okkar í heimsókn og var skrifað undir samning að krakkarnir finna svona til ábyrgðar. Nú er ég aðeins að misnota aðstöðu mína eins og þið heyrið. Og við ræddum þannig líka við Geir að hugsanlega væri betra að skrifa undir samninginn fyrr. En það er bara mikið að gera og annað og þannig að við hugsum það kannski á næsta ári. Að gera þetta strax á hausti því að þá svona auðveldar það okkur vinnuna og við höldum þetta strax eftir að Geir var búinn að koma við fundum fyrir í krakkarnir að þarna var raunverulega verkefni sem að skipti máli og verður bara vonandi farsælt samstarf áfram í þessu. Takk hérlega fyrir þetta, Sigmar, og bara góð ábending. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt verkefni eins og segir þarna að fá nemendur auki hlutverk og safna sér fyrir skemmtilegu skólaferðalagin. En fleiri sem vilja tjá sem lið 1. Nú en svo ekki þá ber ég heim undir fundinn, þessum samþykkja ekki að merki. Þannig að samþykktur samhljóða og þá er það liður 2, það er líka samningur við 10. bekk grunnskólans í Hveragerði aðstoð við skólastarf 2022 til 2023 orðið lausnum þennan lið. Það er sér ekki ljós þeir sem samþykja þennan lið, þeir gefa merki til samþykkt samhljóða. Liður 3, umsókn námsvist utan lögheimilissveitarfélags orðið lausnum þennan lið. Það er sér ekki ljós þeir sem samþykja þennan lið, gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það liður 7, fundargerð aukafundar héraðsnefndar Árnesingar frá 10. janúar 2023 orðið lausnum þennan lið. Gjörðu svo vel, Friðrik.
Hér loksins að því virðist komin niðurstaða í húsnæðismál Héraðsskjalasafns Árnesinga sem að Ölfusingar hafa reyndar hafnað og því spurning hver næstu skref verða í þessu. Ölfusingar leggja fram svona ýmsar athugasemdir við þetta varðandi kaupin á þessu húsnæði, varðandi það uppfylli ekki allar kröfur og aðgengismál og brunahönnuð og fleira. En við þurfum auðvitað að taka afstöðu til þessa máls hérna og mér reiknast til að þetta séu 32,5 milljón sem þetta mun kosta bæinn, sem sagt, að kaupa þetta húsnæði og velti fyrir mér hvort að þetta rúmist innan fjárhagsáætlunar, hvernig við ætlum að afgreiða þetta mál því að þetta er náttúrulega stór biti. Ég hefði sjálfur viljað fara aðra leið að nýta byggðasafnið mögulega undir þetta. En mér heyrðist það að ég ræddi þetta við formann héraðsnefndarins að þetta hefði nú ekki verið rætt í stjórn héraðsnefndar. Já. En þetta er auðvitað stór pakki fyrir þetta apparat. Ég sjálfur kaus með Þorlákshöfn en auðvitað út af það er bæði ódýrara og þeir eru búin að leggja mikinn metnað í þetta. Það er svona spurning, ég velti þessari spurningu bara fram varðandi hvort það sé búið að skoða hvernig bærinn ætlar að fjármagna þessi kaup. Takk fyrir þetta, Friðrik, bara góðar ábendingar. Jú, talan er rétt. Þetta mun kosta Hveragerðisbæ 32 rúmlega og þetta er rauninni hluti af því að vera í þessu byggðasamlagi, sko. En orðið er laust en þá þennan lið. Já, gjör svo. Já, nú sit ég í framkvæmdastjórn héraðsnefndarinnar og þetta hefur verið rætt fram og tilbaka og mjög skiptar skoðanir. Það er svolítið bara svona Ölfus og Selfoss eða Árborg svolítið sem er að bítast þetta. Það voru þessi tveir kostir sem voru lagðir fram og það var í rauninni, þetta var lagt þannig upp hjá héraðsnefndinni að í rauninni Árborg kæmi með þann kost sem þau vildu láta kjósa og Ölfus gerði slíkt hið sama og þannig að Árborg í rauninni kom með þann kostinn þetta húsnæði þarna ef ég man, er ekki Hrísmýri, ef maður rétt, eða ekki, já, Hellismýri, já, afsakið. Og það var þeirra kostur sem þau vildu bjóða fyrir safnið. Það má hins vegar líka alveg ræða það, hver er framtíðin? Er þetta framtíðin eftir 5 ár? Nú veitum við að Borgarbókasafnið Héraðsskjalasafnið í Reykjavíkurborg og þeir eru að hugsa að koma svo öll yfir á Þjóðskjalasafnið og að skoða þann möguleika. Það eru fleiri sveitarfélög sem að senda sín gögn beint á Þjóðskjalasafnið þannig að sá kosturinn er líka í boði en eins og Jóhanna kom inn á áðan þá er þetta byggðasamlag sem við erum hluti af og það er ekki hægt að eins og fyrirkomulagið núna þá getum við ekki slitið okkur bara úr Héraðsskjalasafninu. Þetta er bara allur pakkinn og þarna erum við með Listasafnið og fleiri góðar stofnanir, byggðasafnið og fleiri. En ég er alveg sammála Friðriki að það við erum með á Eyrarbakka erum við með stórt húsnæði. Það reyndar eiginlega að fullu nýtt, það er alveg bara, en það er útleigð stór salur sem við leigja út sem væri hægt að nota, mögulega. En þetta voru kostirnir sem Árborg bauð upp á og síðan Ölfus og þetta var niðurstaðan. Þannig að vonandi næst, það er næst svo sem ekki, endapunkturinn er ekki kominn þar sem Ölfus er ekki búinn að samþykkja. Þannig að vonandi náum við á þessu kjörtímabili að loka þessu því að við skilst að þetta sé 3. kjörtímabilið sem við erum að hefja og húsnæðismál Héraðsskjalasafnsins er ennþá í lausu lofti. En já, það er. Takk fyrir þetta Sandra, bara mjög góða punktar og í rauninni það var einmitt búið að fara fram umræðu hvort það væri hagkvæmara að leigja húsnæði undir þessa starfsemi eða fara út í það að kaupa. Og kannski í ljósi þess sem að Sandra kom inn á varðandi framtíðina að þá kannski skynsamlegt að kaupa húsnæði og það er þá möguleiki að endurskoða það þarf að skoða þetta svolítið í tíma og rúmi þá er kannski ágætt að eiga húsið og geta selt. Fleiri sem að vilja tjá sig lið 7. Nú ef svo er ekki þá bara berið þennan lið undir fundin þeir sem samþykkja
Það að bæjarstjórn samþykkja afgreiðslu bæjarráðs gefa merki. Það sitja hjá. Já, og þeir sem sitja hjá gefa merki. Sjálfstæðismenn sitja hjá og meirihluti samþykkir. Nú orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Og það kveður sér engin ljós og þá ber ég fundargerð bæjarráðs frá 19. janúar upp í heild sinni. Hún er samþykkt samhljóða. Þá var það fundargerð bæjarráðs frá 2. febrúar 2023. Orðið er laust hana. Nú það kveður sér engin ljós, þeir sem samþykkja hana gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 3 sem er fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 10. janúar 2023. Þar afgreiðum við sérstaklega lið 4. Þú ætlar að fá líka, já. Friðrik Vík frá fundi 17.11. Á mér í kaffi. Já. Ég ætla bara að lesa upp þennan lið, sem sagt lið 4 snýr að Reykjamörk 22 stækkun lóðar heimild til skipulagsgerðar. En þar er lagt til við bæjarstjórn að bíða með að úthlutaður lóðbæjarins sunnan við Reykjamörk 22 þangað til að tillaga breyttu deiliskipulagi sem nú er í vinnslu verði samþykkt til auglýsingar. Og þeir sem samþykkja þennan lið eða þessa bókun skipulags- og mannvirkjanefndar gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og bara orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Það er náðu bröð. Jú, kannski klippa, já. Þannig að sér kaffi. Hann er bara að... Þannig að þá býður þið kaffinu. Við hingrum örlítið. Það var ekki lengi gert, sko. Bara tími fyrir kaffi. Já. En já, orðið er laust fundargerðina að öðru leyti. Nú það kveður sér engin ljós að þá ber ég fundargerð skipulagsnefndar upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð umhverfisnefndar frá 30. janúar 2023. Orðið er laust hann. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég tók eftir í fundargerðinni að það kemur fram að það sé engin garðyrkjufulltrúi við störf núna og svona velti fyrir mér hver stefnan sé með það, hvort það standi til að ráða í stöðu garðyrkjufulltrúa eða hvort að jafnvel bæjarstjóri ætla að taka þessi eins og starf menninga, íþrótta og vísinda. Já, gott, já. En ég er svona, já, velti þessu fyrir mér hver stefnan sé varðandi þetta. Og svo er það þessi hraðakstur sem hefur myndast við Dalsbrún. Þetta er þarna komin ansi greiði leið til að gera hratt. Og spurning hvernig hægt er að bregðast við þessu og umhverfisnefnd vísar þessu til bæjarstjórnar. Þannig að það er svona, þetta er svona erfitt jafnvel að setja einhverjar hraðatakmarkanir þarna nema þá að setja upp svona blikkskilti sem að mæli hraða og sem myndi kannski gera eitthvað til að hægja á. En spurning hvort að við þurfum að taka einhverja umræði þarna fyrst að umhverfisnefndin vísar þessu til okkar. Takk fyrir þetta, Friðrik. Geir? Forseti, örstuð til að svara fyrirspurninni varðandi garðyrkjufulltrúana. Þá hefur Höskuldur Þorbjarnarson umhverfisfulltrúi tekið það að sér í fjarveru Kristínar Snorra sem er í fæðingarorlofi og hefur útlistað verkefnuna þannig að það ætti að ganga. Þannig að ekki stendur til að ráða í hennar starf. Takk fyrir þetta, Geir. Og Sandra? Forseti. Já, í sambandi við hraðahindranir í Dalsbrúnni þá kom þetta, var umræða þetta í bæjarstjórn fyrir einhverjum mánuðum síðan þar sem að íbúar þar hefðu áhyggjur af hraðaksturinn þar og það er kannski, við höfum verið að nýta okkur hér svolítið sem að þrengingar þar sem að verið settar inn á sem eru svo fjarlægar þegar snjóakstur hefst. Þannig að það kannski væri heppilegt en kannski ekki að svo stöddu þegar yfir vetrarmánuðinn þegar að snjóaksturtækin eru að störfum.
Hildur skipulagsfulltrúi er að vinna öryggisáætlun fyrir bæinn þar sem og við í rauninni kom fyrirspurn í sambandi við hraðaksturinn á Þelamörkinni og Heiðmörkinni fyrr í vetur og þar sem við vísum því í þessa áætlun sem Hildur er að vinna. Hún er ekki alveg tilbúin, það er ekki svona, en þessi vinna er í gangi þannig að og það þarf klárlega að taka tillit til þess í þessari umferðaröryggisáætlun sem hún er að vinna. Þannig að ég tek undir að því að það er eins og það koma úr annarri áttinni kemur hraðatakmörkun 50 en það kemur ekki, ef ég maður rétt, úr hinni áttinni eins hraðamerkingar. Þannig að þetta er eitthvað svona sem við þurfum að ræða og skoða og hvað við getum gert þess að gera betur. Því það eru klárlega að börn að leika þarna og leikskóli ekki fjarri þarna frá þessu svæði þannig að bara mjög góð umræða og við þurfum að skoða þetta vel því að við viljum ekki bregðast við eftir að slysin hafa átt sér stað, það er alveg klárt mál. Takk fyrir þetta Sandra, ég vona að þetta hafi svarað þinni spurningu Friðrik. Nú, fleiri sem að tjá sig fundargerð umhverfisnefndar. Nú, en svo ekki þá hún borin upp til samþykktar þessum samþykki ekki að merkja, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5 fundargerð skóla, þjónustu og velferðarnefndar frá 24. janúar 2023. Þar er talað að afgreiða sérstaklega lið 3 en við gerum tillögu að því verði frestað. Þar sem að þessi liður þarf að fara fyrir Bergrisson áður en kemur hingað frá. Er þetta ekki rétt fyrir mig? 3B sérstaklega. Þá ætla ég að lesa upp 3A og við samþykjum bara 3A sér leggjum til að 3B verði frestað og ég ber upp lið 3C. 3A hljómar svona. Tillaga breyttri gjaldskrá vegna fjárhagsaðstoðar. Bæjarstjórn samþykkir að fjárhagsaðstoð verði hækkuð í samræmi við hækkun á vísitölu neysluverðs eða 9,3% frá og með 1. mars 2023. Grunnfjárhæð fyrir einstakling verði 196.740. Orðið laust þennan lið. Það hversu ekki ljós og þeir sem samþykkja þetta geðmerki. Það er samþykkt samhljóða og þá er það lið 3B sem er lagt til að vera frestað, hann hljómar svona. Til að breytri gjaldskrá vegna stuðningsfjölskyldna, afgreiðslu frestað þar til stjórn Bergrisson BS hefur fjallað gjaldskrá vegna stuðningsfjölskyldna. Þeir sem samþykkja fresta þessum lið gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 3C tillaga breyttri gjaldskrá heimaþjónustu. Bæjarstjórn samþykkir að gjaldskrá heimaþjónustu hækki 9,3%, lægra gjald verði 694 krónur á tímann og hærra gjald 984 krónur á tímann. Orðið laust þennan lið. Það hversu engin ljós og þeir sem samþykkja lið 3C gefur merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er orðið laust fundargerðin að öðru leyti. Það hversu engin ljós þeir sem samþykkja fundargerðina gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6 sem er fundargerð frá NÚS 31. janúar 2023. Orðið laust þennan dagskrárlið. Það hversu engin ljós þeir sem samþykkja þessa fundargerð gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Númer 7 minnisblað frá bæjarstjóra vegna fræðslu og velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar. Hér er lagt fram minnisblað frá bæjarstjóra frá 7. febrúar 2023 varðandi fræðslu og velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar. Ég gef bæjarstjórann Geir Sveinssyni orðið. Forseti, eins og kannski titill minniblaðsins segir þetta fjallar þetta fræðslu og velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar. Í þó nokkur mörg ár þá höfum við verið undir hatti meðal annars SVÁ eða sérstakt skólavelferðarþjónustu Árnesþings. En nú var tekin ákvörðun það að Hveragerðisbær myndi ganga úr þessu samkomulagi og það er niðurstaðan að frá og með 1. mars næstkomandi þá erum við farin út. Þetta er búið að vera okkur ljóst í þó nokkur tíma og samhliða því að frá því okkur var það ljóst þá hefur farið fram vinna þar sem við erum að reyna að búa til nýtt svið sem er þá fræðslu og velferðarþjónusta Hveragerðisbær. Það er heilmikil vinna að fara í þetta, að stóru leyti mikil greiningavinna, einfaldlega átt okkur á hvað Hveragerðisbær þarf, hvers konar þjónustu þurfum við að veita. Við viljum veita framúrskarandi þjónustu, alveg sama hvar er niður komið og við þurfum einfaldlega átt okkur á því. Við erum með 2 leikskóla, svo 3. fyrir að koma. Við erum með skóla sem fyrir stækkandi
og við erum auðvitað með íbúa sem þurfa þjónustu, velferðarþjónustu og þessi greiningaþörf hefur einfaldlega tekið mjög langan tíma og ekki verið kannski einföld að finna út. En við erum á mjög góðri leið og tel að við séum að ná að skapa hérna mjög öfluga heild. Við erum búin að áætla þetta ca. 11–12 ígildi starfa sem við þurfum á að halda og við erum þegar komið í dag 8–9 stöðugildi sem að munu hérna starfa inn á þessu sviði frá með 1.3. núna næstkomandi. Við þurfum að auglýsa hins vegar 2–3 stöðugildi viðbótar og þá erum við að tala um 2 félagsráðgjafa og eina stöðu hérna kennslufulltrúa. Sömuleiðis svona stór þáttur í þessu öllu að það er barnaverndin og það er að eiga sér stað breytingar í barnaverndarmálum á Íslandi og við erum komin og erum að ganga undir inn í umdæmisráð á landsvísu. Við höfum tekið þá ákvörðun að vinna í samvinnu við með Ölfus varðandi barnaverndarmálin og það samstarfinu lítur vel út og í framhald af því munum við vinna með öllum sveitarfélögunum sem eru hérna í Árnesþingi varðandi bakvaktir. Teymið skipað eins og segi 8–9 einstaklingum eða 10 einstaklingum með 9 stöðugildi og við gerum okkur þá vonar að fljótlega verðum við búin að fylla og manna þetta þannig að hérna við getum verið stolt af. Svo að lokum að geta þess að starfsaðstæða þessa sviðs verður hérna út í Þórsmörkinni sem að hérna Svá hefur verið til húsa og það er frá og með núna 1. mars sem að við ættum að geta farið þangað inn og nýbúið að skrifa undir 10 ára samning við kvenfélagið varðandi notkun á bílum. Takk fyrir þetta, Geir. Var það lausnum? Hversu vel? Sigmar? Við fögnum því að það sé komið hreyfing á þetta mál og vissulega hefur við viljað sjá þetta gerast fyrr, en bara gott og vel, þetta er komið af stað og það er bara besta mál. Mér aðeins pirrar mig stjórnsýslan í þessu að nú er búið að skrifa undir leigusamning, en ég held við séum að fara að samþykkja það á eftir. Ég veit ekki hvort þetta pirri ykkur, en þetta pirrar mig að við skulum ekki gera þetta í réttri röð og svo velti ég fyrir mér hvernig við höfum komist að þessari niðurstöðu. Þannig að innihald minnisblaðsins talaði ákveðna starfsmenn, hvernig komist við að þessari niðurstöðu? Hvað liggur að baki greiningavinnu sem að Geir vitnaði í? Og svo líka að velta fyrir mér starfshlutföllum þessara starfsmanna. Er búið að áætla þau? Ég er alveg svona. Takk fyrir það, Sigmar. Sandra? Kannski fyrsta sem hjá eftir komin að stað. Þetta er náttúrulega búið að vera í vinnslu eins og Geir kom inn á mjög lengi og það er ekkert hlaupið að því að finna hvernig þetta á að vera og við höfum í rauninni nýtt okkur Elíf Þorsteins sem er ráðgjafi og hún hefur svolítið aðstoða okkur við að skoða þá sérstaklega velferðarmegin. Bæjarstjórinn hefur verið miklu samstarfi við skólastjórnendur, bæði grunnskóla og leikskóla og við erum svolítið að horfa á þörfina út frá því sem þeir óska eftir og fjölda barna og svo framvegis. Þannig að þetta er búið að vera í vinnslu alveg frá því að þessi ákvörðun var tekin á NÁS-fundi og nú sat ég þá fundi til þess að byrja með áður en að Geir kom til starfa. Og þá var í rauninni umræðan það að eigum við að halda áfram með NÁS eða skólavelferðarþjónustuna eða eigum við að slíta og við skoðum þessa úttekt sem var gerð. Og það voru nokkrar sviðsmyndir sem voru í boði og það hugnast öllum sveitarstjórnarmönnum sem þarna sátu að slíta samstarfinu. Og það var í rauninni tekin ákvörðun á einu fundi þó að okkar afstaða hefði svolítið verið að við vildum skoða þetta betur og vildum skoða og rýna hvað það væri sem við getum lagað eða okkur fannst ekki alveg tímabært á þessu punkti að slíta þessu en niðurstaðan var sú á meirihlutafundarins ákvað það að slíta þessu. Í framhaldi af því og þegar vinnan fór á stað þá þróaðist þetta svolítið þannig að slit á byggðasamfélaginu
breyttist í það að Ölfus og Hvergilsbær gengu út af því að Uppsveitur og Flóinn ákvað að vinna saman áfram. Þannig að í rauninni var þetta slit á byggðasamlaginu með ákveðnu tvisti eins og þetta var orðað á þessum fundum. Þannig að en við erum þarna að bjóða upp á þjónustuna hér hjá okkur í heimabyggð og ég held að sé bara að það verði gríðarlega öflugur hópur þarna sem þarna samanstendur eins og kemur inn á í minnisblaðinu, það kennsluráðgjafi og það sálfræðingur. Sálf, þú talar hversu há stöðugildi, það var spurningin að það ekki, á öllum starfsmönnunum. Já, þú erum að hugsa á það. Já, það þetta kannski leiðir með, kannski bara kannski fer betur inn á það, sko. En eins og segir, það búið að vera gríðarlega mikil vinna að baki þessu og við erum með sérfræðinga í hverju horni til þess að aðstoða okkur við það. Þannig að þetta var ekki eins og hlutunum hafa verið vísað upp í loftið og svona athugað hvernig það myndi lenda, en það gríðarlega mikil vinna sem er búið að fara í þetta. Þannig að ég bara ótrúlega stolt af þessari vinnu og við erum það er ekkert, þetta samfella í þessu, þetta byggðasamlaginu, því lýkur 1. mars og við hefjum okkar þjónustu hér 1. mars, þannig að það er alveg samfella í allri þessari þjónustu sem við erum að veita. Takk fyrir þetta Sandra og ég vil bara ítreka það að hér hefur unnið staðfendir svo, hér hefur unnið mjög faglega að þessum svo mikilvæga málaflokki alveg frá því að það komur upp þessi, svo til óvænta staða að slíta þessu samlagi. Þannig að ég bara hrósa starfsfólkinu fyrir að hafa staðið sér vel í því. Geir, þú varst með bréfvorðið og svo Sigmar og svo Friðrik, já. Forseti, svo ég svari nú þetta fyrst varðandi húsnæðisliðinn, að þá kannski allt í lagi að árétta það að hann verður hérna seinna á tekinn fyrir, þar sé samningurinn, en hann er auðvitað undirritað með fyrirvara af minni hálfu með samþykki bæjarstjórnar, en bara þess að árétta það að sko það var ekki verið að segja upp húsnæðinu gagnvart Svá, það var verið að segja upp starfseminni. Við höfðum gildandi leigusamning við Kaupfélagið og það eina sem við erum bara að gera er að breyta leigusamningi varðandi þá starfsemi sem innfer. Þannig að það hefur ekkert með annað að gera. Það var starfseminni sagt upp gagnvart Svá. En við vorum ekki að húsnæðið er okkar, þannig að Hvergilsbær er búin að vera með aðstöðu mjög lengi og mun verða með aðstöðuna áfram. Varðandi greiningavinnuna, þá ætla ég að kannski svara svona eins og Jón Friðrik svarar oft að ég hef ekki flutt flugvöll áður. Þannig að þegar maður hefur ekki gert svona svið áður þá veit að leita með sér bara þekkingar. Og það þetta nákvæmlega sem við gerðum, meðal annars með því að leita út í skólana, leikskólana, skólana sjálfa manna, ná ykkur í þá þekkingu sem við þurfum til þess að greina svona mál. Sömuleiðis bara með samtali við starfsfólk sviðsins það er bara mjög öflugt fólk sem er búin að vinna í sig mörg ár og hefur akkúrat þau gögn, þær tölur annars sem einfaldlega þurftum til að átta okkur á. Það sem var kannski erfiðast að átta sig á einfaldlega, hvað er mikið af hlutfalli af þeim málum sem Sváhöfuð var að taka fyrir sem tilheyra okkur. Og ef ég bara alveg hreinskilinn þá kannski var ekkert alltaf auðvelt að fá þau gögn. Þau lágu ekki nægilega vel fyrir og það hefði kannski mátt vera betra utanumhald á sínum tíma varðandi það allt saman en það bara var ekkert í staðar og þá þurfti að fara í mikla vinnu. Því að ekki vill maður kannski ráða inn allt of mikið af fólki sem erfitt síðan er kannski að breyta þegar á seinni stigi er komið og hugsanlega óþörf og hvers konar starfsfólk við viljum fá. Og þar liggur vinnan. Sömuleiðis eins og Sandra kom inn á og þá höfum við þurft að leita til annarra manneskja og þar kemur Ellý Þorsteinsdóttir mjög sterkinn, gríðarlega mikla reynslu og sérstaklega velferðarmegin og hún hefur nýst okkur gríðarlega vel í að reyna að átta okkur á þessu hvað við þurfum. Það er gríðarlega margt annað sem þarf að laga og skipuleggja sem man kannski hefði mátt vera sömuleiðis betra. Það var bara einfaldlega allar upplýsingagjöf og annað á heimasíðum og fleira. Þannig að þetta tekur allt sinn tíma til að koma í það stand sem við viljum virkilega að þetta sé í. Að lokum varðandi starfshlutfalli þá veit ég ekki svo alltaf, það var svo sem bara með tilliti starfsfólksins sem ég var ekki að setja það í minnisblaðið. En ég get alveg að sjálfsögðu gefið það upp hverja það eru, en flest allir eru í 100% starfi. En þarna einhverjir starfsmenn sem eru í 80% starfi. Ég held ég sé ekki að segja að ég sé með engan, ég hugsa alveg 50% starfi, tekst dæmi talmeinafræðingur sem er út í skóla, sem vinnur 50% á móti út í heilsugæslu. En viljum við fá nánari upplýsingar, þá bara þarf að gefa þær. Hver starfshlutfall eða starfsmannir. Takk fyrir þetta Geir. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti.
Það er gott að geta tekið umræðu þetta því að ég held að við séum öll sammála mikilvægi þessara apparats, þessara stofnunar. Það er eins og hvernig staðir að þessu sem aðeins vefst fyrir mér því að við höfum ítrekað óskað eftir og lýst yfir áhyggjum okkar af þessu og svörin hafa alltaf verið að það sé verið að bíða eftir úttekt frá KPMG sem átti að koma fyrir hérna á þessum fundi, var sagt á fundi í janúar en liggur ekki fyrir á þessum fundi. Og það kunna vera einhverjar útskýringar á því en hins vegar virðist ekki, allavega hefur ekki verið talað það að KPMG hafi komið að þessu hér heldur en aðrir aðilar sem við vissum ekki af og ég skil ekki af hverju við höfum þá ekki verið upplýst. Mér finnst við ekki geta tekið afstöðu hérna, allavega við fulltrúar D-listans því að við höfum ekki fengið þessi gögn í hendurnar og þessa vinnu. Við vissum ekki af þessari vinnu. Þannig að þetta er auðvitað, og hér er verið að búa til nýja stofnun innan sveitarfélagsins. Það liggur engin samþykkt fyrir frá bæjarstjórn að búa þetta til. Að ráða í þessar stöður. Það er í samþykktum bæjarstjórnar að ef það að ráða í stjórnendastöður þá þurfum við samþykki í bæjarstjórnar fyrir því. Ég reikna með að þetta séu eins konar forstöðumannastöður sem við erum að ráða í hjá sveitarfélaginu. Og ég tel mig ekki geta tekið afstöðu í þessu og þetta er mjög mikilvægt mál og þess vegna höfum við ítrekað að vera að óska eftir upplýsingum um þetta. Því að við viljum einmitt að sé samfélag í þessu starfi. En það sem líka spurning er, það er verið að búa til þetta fræðsluteymi innan sveitarfélagsins. Þarna eru jafn margir eða jafnvel fleiri starfsmenn en voru hjá Svá. Svá sinnti 8.000 manna samfélagi og hér er hann að tala 3.000 manna samfélagi. Þetta er bara þessar spurningar sem maður veltir fyrir sér og ég myndi vilja fá svör við. Því að eins og ég segi, ég vil fá að sjá einhver greiningagögn sem að þið talið þú veist, þess að geta tekið afstöðu í þessu. Því að ég tek það aftur fram, mér finnst þetta mikilvægt og þess vegna liggur þetta svolítið manni á hjarta. Takk. Það er alveg svolítið þröngt að hringja bara áður en ég hleypi næsta fundarmanni ég bara árétta það að þetta er minnisblað akkúrat til upplýsinga og til kynningar. Hér er ekki verið að taka ákvörðun einhverja hluti, þannig að þetta er akkúrat til þess að veita upplýsingar stöðuna. Geir var búinn að biðja orðið? Ég held að ég hafi verið næstur. Já, Geir, Sigmar, Geir og Sandra. Friðrik kom nú inn á hluta því sem mig langaði til þess að nefna þegar ég búinn að bíða spenntur eftir niðurstöðum KPMG greiningarinnar og það hefur alltaf verið vísað í hana og við stungum þessu upp að því á sínu tíma að þegar það farið í KPMG úttektina að leggja áherslu á að taka fyrst þennan lið fyrir skóla- og velferðarþjónustu af því að við vissum að þetta væri eitthvað sem væri framundan að fá ráðgjöf varðandi þann part en það virðist vera, ef ég er að skilja ykkur rétt, að KPMG hafi ekki haft neina aðkomu að þessu, ef ég er að skilja ykkur rétt af þessu. Og svo langar mig líka að benda á, ég er alveg ósammála því að það sé að nást samfella í þjónustuna. Það er ákveðin skurðpunktur núna 1. mars og það má vel vera að á þeim tímapunkti verið kannski búið að ráða eitthvað starfsmenn og eitthvað komið á ról. En það er samt langt síðan að það var komin töluverð þjónustuskerðing á þessa starfsemi. Þannig að það er bara í mótmæli því að það sé samfella í þessa starfsemi. Takk fyrir þetta Sigmar og eitt varðandi stöðugildi ég aðeins að það var verið að tala um það að þetta væri stórt og mikið svið sem þetta sjálfsögð er en það má ekki gleyma því að þetta er líka hluti af þeirri þjónustu sem var hér fyrir hendi. Eitthvað af þessu starfsfólki var hér starfandi á þessum sviðum þannig að þegar það saman er komið þá telur þetta svið þessa starfmenn en Geir, þú beðið orðið og svo Sandra. Forseti, já, þetta er svona spurning fyrir. KPMG, það er nákvæmlega sem við gerðum, það sem við tala að þetta hefði verið dregið út og ekki verið að bíða eftir vinnu KPMG, það er nákvæmlega sem við gerðum okkur grein fyrir
að við yrðum að byrja þá að vinna miklu fyrr og gætum ekki beðið eftir niðurstöðu KPMG hvernig skynsamlegt væri að hafa þetta svið. Þar af leiðandi lögðum við bara strax í þessa vinnu við sjálf, en hafi láðst að nefna það að KPMG hafi veitt okkur einhverja ráðgjöf eða eitthvað samtal, þá bara leiðrétt ég það. En vissulega var opið samtalið til þess að tala við þá einfaldlega það. En það tengdist ekki beint inn í þá vinnu sem að kemur á skipulagsbreytingum eða skipuritsbreytingum inn í hérna hjá okkur. Þannig að við höfum verið að vinna þetta með öðrum hætti, þó við vissulega höfum leitað til KPMG og spurt á og leitað svara varðandi það. Varðandi stjórnendin, þá kom Jóhanna forseti inn á það að hér fyrir voru þó nokkuð mörg stöðugildi sem voru þegar starfandi hjá Hveragerðisbæ til þess að við getum uppfyllt tek sem dæmi barnavernda þáttinn, þá bara einfaldlega verðum við að vera mönnuð af þessum fjölda fólks sem við erum að skipa. Það er ekkert af þess að fara fram úr fjárhagsáætlun. Þetta er allt innan þess ramma sem var teiknaður upp og er hérna fyrir árið 2023. Hvað þjónustuskerðinguna varðar, þá held ég að það kannski að stóru leyti kannski erfitt fyrir okkur ein að eiga þegar 7 sveitarfélög er að ræða og þessi ákvörðun er tekin. Það hefur verið reynt að tryggja það að það yrði engin þjónustuskerðing. Það getur vel verið að einhver dæmi séu þess að ákveðna þjónustuskerðingu hafi verið að ræða, en eins og ég segi, það er algjörlega ljóst að það er gríðarlega erfitt að gera þetta öðruvísi, sérstaklega þau eru mjög viðkvæm gögn og annað sem þarf að flytja á milli. Það varðar rof, eins og kannski sem ég vilja kalla það, í 1 mánuð og er í 1 mánuð og það er einfaldlega bara meðan að þau sem eftir sitja út í svá hafi sinn tíma og til þess að flytja gögn á milli og klára sína vinnu og ekki taka á móti gögnum á meðan. Og það beinist gagnvart okkur og það beinist gagnvart öðruvísi á meðan það gerist. Og þetta er í mjög miklu samráði við öll sveitarfélögin. Hrafnhildur Karlsdóttir og Anný hafa haldið utan um þetta fyrir okkar hönd, eða allar sveitarfélagana hönd, og er að gera það ljómandi vel. En það er bara þannig að við svona breytingar, og við höfum margoft sagt á, ég ætla að bara segja það, þá breytingar sem við vorum ekki inn á að gera, að þá þarf það að takast á við ýmislegt sem við ekki lent í áður og sumi einfaldlega getur bara ekki stjórna. Takk fyrir Geir og þá er það Sandra, ég ætla að hleypa Sandra. Mér langar að árétta það líka að starfsfólk Svá að þakka þeim kærlega fyrir vel unnin störf í þann tíma sem að þau hafa verið að vinna innan okkar þjónustu stofnana og ég ætla líka að hrósa þeim fyrir skilning á mjög flóknum og rauninni erfum tíma af því að þetta kemur auðvitað svolítið flatt upp á allt starfsfólki, þessi rauninni kannski skyndilegu skil á þessari þjónustu. Þannig að ég vil bara senda þeim góða kveður, virkilega. Sandra, gjörðu svo vel. Takk, forseti. Það sem í rauninni gerist líka að því að Freyr kom inn á áðan með KPMG og þið náttúrulega lögðu áherslu á að við myndum fyrst skoða skólavelferðarþjónustuna. En það sem gerist í rauninni að við förum í úttekt og við erum svo mjög leiðilegt að vísa í þessu úttekt til KPMG af því að hún átti svo mikið að vera tilbúin og enn og aftur, þú veist, hún er ekki tilbúin en hún er alveg að verða tilbúin. Ég ætla að búa henni til vegna sig eins og enn. Það hryggir mér mjög mikið, en í rauninni átti KPMG að skoða þetta í kjölfari stefnumótunar, en það sem að gerist í rauninni í millitíðinni að þá kemur þessi ákvörðun hjá NÚAS að slíta þessu með þessu tvisti að við göngum út og það er í rauninni breytan sem að breytti öllu og þess vegna þurfti að fara að skoða þetta sérstaklega. Það var á plönum, þú veist, að fara fyrst í stefnumótuna og svo úttektina en svo bara gerist lífið og þetta bara gerist og það urðu þarna þessi slit og við urðum bara að vinna áfram með það. Þannig að það er á bara vonandi, svo ég vísi síðasta skipti í úttekt KPMG, þá er á plönum að verði kynning í bæjarráði á stefnumótuninni og þegar þetta verður komið í hendunar á okkur þá bara því fyrir því betra. En það sem eins og Freyr kom inn á í stjórnendastöður þá þarf náttúrulega samþykki bæjarstjórnar en eins og þetta er hugsað þá erum við ekki að hugsa sem æðstu stjórnendur en eins og við komum inn á þann þá er þetta minnisblað og
hvernig sem að þessu verður stillt upp á skipureiti, að það eru margar leiðir sem við getum stillt þessu upp, hvort sem við höfum þetta í 1 síló eða skiptum í 2 síló eða hvernig sem það er. En von bráðar eins og segi, ég vona ég þurfa ekki að segja þetta aftur að úttektin sé væntanleg, en bara, já. Með þjónustuskerðingu þá kom Geir svolítið inn á það áðan að starfsfólk hjá skólavelferð þarf að hafa tíma til þess að geta sortera gögn og skila af sér, skila til okkar og niður í Ölfus og á héraðsskilasafnið. Þannig að það í rauninni ástæðan fyrir því að það var ekki hægt að taka við tilvísunum með beiðni til sálfræðings eða öðrum beiðnum. Þannig að og það sem var líka gott þegar við sáum að það var búið að reikna allt saman og eins og við stilltum þessu upp að þetta rúmast allt innan fjárhagsáætlunar, sem var mjög gott, en við erum samt sem að auka mjög þjónustuna. Það sem var líka komið inn að þetta voru margir starfsmenn og eins og Geir kom inn á að það eru ákveðnar kröfur sem við þurfum til þess að uppfylla sambandi við barnaverndina, en það sem bætist þarna við talmeinafræðing og við höfum talmeinafræðing í 50% stöðu. Kennsluráðgjafi, við þurfum að ráða inn kennsluráðgjafa og á minnisblaðinu kemur líka fram hegðunarráðgjafi. Það er það sem við þurfum að fá sérstaklega, sem við vorum ekki starfsmenn okkar undir Hveragerðisbæ, sálfræðingur líka og svo velferðarþjónustan þarna undir. Þannig að þetta eru rauninni þær stöður sem að heyra beint undir sem við þurfum að fá til okkar og að auki þessa félagsráðgjafa sem er út af barnaverndinni. En ég held ég hafi komið inn á alla þessa punkta og ég orðalaust aftur og svo fara bara aftur. Já, takk. Takk fyrir þetta samdrag og mér finnst það eiginlega svona lykilpunkturinn í þessari ræðu Söndru að ég held að getum öll verið sammála það. Við fögnum því að hér erum við að auka þjónustuna og erum samt á pari við okkar fjárhagsáætlun. Mér finnst það bara alveg frábært. Og því fögnum við að við skulum ná því, af því að þetta snýst alltaf það að þjónusta okkar ágætu bæjarbúa sem allra best. Orðið er ánarlaust. Friðrik, gjörðu svo vel. Svo fer ég að loka mælingaskrá. Forseti. Já. Ég tek undir með forseta sem hún segir þetta þakkum við starfsmönnum Svá fyrir þeirra góðu störf í þá Hveragerðisbæjar og bara vonandi að þessi flestir haldi þá áfram að vinna fyrir okkur af þeim sem eru þarna. Við talum að vinnan hafi verið lengi í gangi og við þetta og bæjarstjórnin í desember þá lýstum við yfir áhyggjum okkar af þessu og fengum þau svör að það var að vera að bíða eftir úttekt KPMG til þess að geta tekið ákvörðun hvað þetta gera í framhaldi. Þannig að já, ég veit ekki hvort að 1,5 mánuður eða 2 mánuður sé langur tími. Við ætlum að óska eftir fundarhléi, en ég ætla samt svona velti fyrir mér til hvers er þetta minnisblað lagt fram, er þetta bara til þess að varpa fram upplýsingum það að það sé eitthvað í gangi, væntanlega. Við erum væntanlega ekkert að fara að taka neina afstöðu þó að ég með þetta. En já, þannig að Takk fyrir þetta, Friðrik. Jú, þú veist, hér kallað eftir upplýsingum og hér líka kallað gagnrýnt að það komi upplýsingar, þannig að við skulum alveg hafa það hreinu. Hér þetta gert til þess að upplýsa. Já, þetta er bara mjög gott að fá það á hreint. En ég held að Friðrik hefur beðið fundarhlé. Ég var bara með í lokin svo bara. Það spurði hvort við leyfum þeim að taka bara fundarhlé og svo bara bóka við á eftir. Við erum með bókun sem fylgir minnisblaðinu, þannig að við tökum fundarhlé 17:44. Já, við getum líka, já. Þannig þurfum við ekki að taka annað fundarhlé. Já, sleppum því að taka fundarhlið, klárum að lesa bókunina og tökum svo fundarhlið. Forseti, já, þá kemur bókunum með þessu minnisblaði frá meirihlutanum. Skólavelferðarþjónusta Árnessþings hefur unnið gott og mikið starf síðustu 10 ár, en á þessum tíma hafa sveitarfélögin stækkað mikið. Sem dæmi hefur Hveragerðisbær stækkað 40%. Þessa miklu stækkun gefur að skilja að þjónustuþörfin hefur breyst til muna. Haustið 2021 var gerð úttekt á starfsemi skólavelferðarþjónustunnar og leiddi svo niðurstaða í ljós að fara þurfti í breytinga á starfseminni eða slíta byggðasamlaginu. Haustið 2022 ákvað stjórn að slíta byggðasamlaginu og var ákveðið að slítin færi fram ekki síðan 1. mars. Þar sem það hugnaðist sveitarfélögunum sem voru aðilar samlagsins.
Málin hafa síðan þróast og breyst frá því í haust og ákváðu sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu og Flóanum að sameinast og halda samstarfi sínu áfram á þessum vettvangi, en Ölfus og Hveragerðisbær hófust handa við uppbyggingu sjálfstæðra eininga í sinni heimabyggð. Þegar nýr meirihluti tók við á þessu kjörtímabili var ákveðið að fara í stefnumótum og úttekt á bæjarfélaginu og því góð tímasetning fyrir Hveragerðisbær til breytinga á byggðasamlaginu skólavelferðarþjónustu Árnessýslu. Okkur gefst nú tækifæri á að byggja upp nýtt fjölskyldusvið, greina þarfirnar sem til staðar og móta eftir okkar þörfum. Menntastofnanir Hveragerðisbær, grunnskólar, leikskólarnir og frístundamiðstöðin vinna gott og mikilvægt starf og erum við afar stolt af því. En ánægjulegt að nokkrir starfsmenn sem störfuðu innan skólavelferðarþjónustunnar koma til með að starfa áfram fyrir Hveragerðisbær. Samfella verði tryggð þjónustu þar sem skólavelferðarsvið Hveragerðisbær tekur formlega til starfa frá 1. mars næstkomandi. Sviðinu verður stýrt af 2 teymistjórum og starfsstöð þess verður Fljótsmör, þar sem skólavelferðarþjónustan var áður til húsa. Auk þess hefur verið tekið upp samstarf við öll þau sveitarfélög sem áður skipuðu skólavelferðarþjónustunnar sameiginlegar bakvaktir í barnaverndarmálum á viðkomandi svæðum. Það er því ekki hægt að segja annað en mjög farsæla lausn sé að ræða. Og undir þetta rita Sandra Jóhanna, Dagný, Hlynur og Halldór. Takk fyrir þetta, Sandra. Og þá fyrir við í fundarhlé, eða ekki? Jú. Það minnihlutinn hefur óskað eftir fundarhlé og við tökum fundarhlé 17:46. Já. Hvert förum við? Námskóp. Það er ekki alveg ekki svona. Ekki alveg svo langt.
fundir aftur haldið áfram klukkan 18:07 og orðið laust lið 7. Sem getur verið. Við ætlum að leggja fram bókun sem hljómar svona. Bæjarfulltrúar D-listans fagna því að fram sé komið minnisblað stofnun fræðslu- og velferðarsviðs Hverfisbæjar. Á sama tíma undrustu bæjarfulltrúar D-listans vinnubrögðin og samráðsleysi sem ríkt hefur málið. Fulltrúar D-listans hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum sínum yfir stöðu skóla- og velferðarmála í Hveragerði og ávallt fengið þau svör að KPMG inni að úttekt á þjónustu sveitarfélagsins þar sem þessi málaflokkur væri sérstaklega tekinn fyrir. Nú virðist hins vegar vera staðan þannig að drög að þjónustunni hefur verið unnin að miklu leyti án aðkomu KPMG. Ljóst að hefði meirihlutinn samþykkt tillögu fulltrúa D-listans sem kom fram á bæjarstjórnarfundi í júní á síðasta ári, hefði verið hægt að komast fram hjá þeirri þjónustuskerðingu sem orðin er. Bæjarfulltrúar D-listans vænta þessa í framhaldinu fái þeir afhent þau gögn sem stuðst er við vegna stofnunar fræðslu- og velferðarsviðs Hverfisbæjar, þannig að allir bæjarfulltrúar séu upplýstir hvers vegna þessi leið var farin en ekki einhver önnur. Undirritar Friðrik Sigurðsson og Sigmar Karlsson. Takk fyrir þetta Sigmar, orðið laust þessa bókun. Það er ekki tjómuna, en... Já, forseti. Já, ég bara aðeins hugsi eftir þessa bókun af því að án samráðs við KPMG, ef ég náði þessu rétt, að miklu leyti, já, og það kom alveg skýrt fram áðan að KPMG er búin að vera að vinna að stefnumótun og úttektabænum og við fórum líka, ég kom sérstaklega inn á það áðan að út af því að slitin urðu og að við náðum ekki að klára stefnumótuna fyrst og síðan þessa úttekt, sérstaklega á þessari þjónustu og þess vegna fengum við auka þjónustu og fengum auka ráðgjöf með KPMG. Þannig að ef það kom ekki nægilega skýrt fram að þá ætlum ég bara að árétta það hér. Þjónustu skerðing, ég veit ekki enn og aftur, við fórum líka rosalega vel yfir það áðan hvernig þjónustuskerðingin er og hvers vegna og ef þið kallið þetta þjónustuskerðingu og það er ekki hægt að taka við tilvísunum í þennan tíma meðan að vera að vinna úr skjalavörslu og svoleiðis, já, það er hjá öllum sveitarfélögunum, 7 sveitarfélögunum og það er ekkert bara hjá okkur, það er hjá öllum. Þannig að þjónustuskerðing enn og aftur, ég undra mig pínu á orðalagi sem þið notið í bókuninni af því að við erum búin að fara rosalega vel yfir alla þessa þætti sem komu þarna fram sem þið eruð að gagnrýna. Vinnubrögð og samráðsleysi. Ég veit ekki, ég kannski bara ég velti spurningunni yfir á ykkur, ég meina samráðslu, hvernig vildu þið vera? Það er búið að við erum með bæjarráðsfundi 2 sinnum í mánuði sem við getum tekið samtala og við erum alltaf opin. Ég hef ekki fengið neina fyrirspurn frá ykkur þetta mál, þannig að við erum alltaf boðin og búin ef eitthvað vantar upplýsingar. Þannig að samráðsleysi og vinnubrögð, þannig að mér langar bara hvernig hefðu við mátt gera þetta öðruvísi, og þannig að ég bara svona, hvað er það að gagnrýna í þessu, þannig að kannski bara best fyrir þessu, takk. Takk fyrir þetta samtala, bara rétt áður kannski bregðast við þessu. Mér finnst líka bara mikilvægt hér að halda svolítið fókus. Hér er búið að vinna vel að þessum að nýrri skóla- og velferðarþjónustu og við þurfum svolítið að halda áfram veginn þar og ég fagna þessu minnisblaði bæjarstjórans og hlakka til að þessi skóla- og velferðarþjónusta Hveragerðisbæjar hefjist handa við að sinna okkar skjólstæðingum. Gjörðu svo vel, Friðrik. Já, forseti, ég veit ekki af hverju við þurfum alltaf að vera óskættir upplýsingum. Af hverju getið þið ekki komið að fyrirbræða og sagt, herðu, hér er hann að gera þessa vinnu, hún er komin að stað við ítrekað óska eftir þessu á bæjarstjórnarfundum og held ég mögulega á einhverjum bæjarráðsfundi, ég er ekki vissa. En bara síðast á bæjarstjórnarfundi í desember, þá óskuðum við eftir upplýsingum hvað var að gerast, engum svör. Þurfum við alltaf að vera að ýta eftir að fá svör. Af hverju getið þið þá ekki komið mitt á bæjarráðsfundi og sagt, herðu, Friðrik eða Alda sem sitt á fundinn, þetta er staðan núna í skóla- og velferðarmálum, við erum að vinna í þessu, það er komið að vinna, við erum að fá einhverja aðila utan á bæ til þess að vinna þessu og með skólastjóra. Af hverju eru þið ekki þá að upplýsa okkur þetta?
það á ekki alltaf að vera bara á hinn veginn að við þurfum ítrekað að vera að ýta á eftir ykkur, ýta á eftir. Ég held að það hafi nú verið þannig á síðasta kjörtímabili að bæjarstjóri hafi nú reynt að halda bæjarfulltrúum minnihlutans nokkuð upplýstum stöðu mála hverju sinni. Þannig að það er bara það sem við erum að óska eftir. Friðrik, takk fyrir. Mikilvægt einmitt að hvað ég segja? Það hefur verið staðreyndin sú að þessi vinna fór af stað og það hefur verið að vinna í málinu og var verið að vinna í málinu. Mér finnst líka að við þurfum að viðhafa þau vinnubrögð að hér sé starfsfólki bæjarins sem treyst til að sinna sinni vinnu. Hér er líka verið að ræða viðkvæmar upplýsingar, hér koma starfsmannamál, mér finnst líka mikilvægt að því sé haldið til haga. En Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, takk kærlega fyrir þetta, bæjarfulltrúi Friðrik, og ég get örugglega tekið alveg eitthvað af þessu til mín, algjörlega. Ég ætla samt bara að við höfum setið á bæjarráðsfundi, bæði með bæjarfulltrúa Friðrik eða bæjarfulltrúa Öldu, og ég hef spurt oft spurninga og hvort að þið hafi spurningar hvað fjárhagsáætlun varðar, þá lögðum við fyrir vísuðu fjárhagsáætlun, til dæmis. Sá fundur, ég man ekki nákvæmlega, hann var innan við 10 mínútur af því það voru engar spurningar sem við höfðuð þá. Og þannig að en mögulega hefði ég getað komið og spurt hvort þið hefðu spurningar hvað þetta varðar, en þá hafa bara þessi mál ekki verið á dagskrá á þessu stöðu. En ég tek þetta algjörlega til mín og ég skal bæta úr þessu algjörlega, en ef það eru spurningar sem að þið eru með, þá með endilega vísa þeim til okkar og við getum tekið það fyrir þá bæði annarkvort skriflega eða munnlega. En ég les ekki hugsanir því miður, en ég skal reyna mitt besta að koma með þau svör ef ég er með einhver sem ég held að þú vilt fá. Því að þetta eru margir málflokkar og ég er rúkkin, manstu, þú þarft að peka aðeins í mig og ég þarf að læra. Þannig bara virkar þetta. En takk kærlega fyrir þessar ábendingar, ég tek það til mín. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Fleiri sem... Já, gjörðu svo vel. Forseti, ég Svartaflokkurinn leyfist að bóka bara eins og hann vill, en ég er samt mjög hugsið yfir þessari bókuna, því að það er nokkur orð sem koma fram í eins og samráðsleysi og ég velti fyrir mér hvert ætti samráðið að vera. Það er svo sem enginn sett ekki hugmynd að því, ekki nema við ættum að vera reglulega hittast til þess að tala saman um þetta eða eitthvað þess háttar. Þetta gríðarlega viðkvæm mál að ræða. Og stór hluti er þetta starfsmannamál sem þarf að ræða og það þarf að ræða við fólk og eitthvað annað og þetta mjög viðkvæmu stigi og það er ekkert einfalt að vera að greina eitthvað sérstaklega frá hverju staðinn í starfsmannamálum er að ræða. Ég hef alltaf sagt það við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þið getið hvenær sem er haft samband við mig ef einhver upplýsingar vantar eða þið séu að leita eftir því. Ég veit ekki betur en það hefur verið svarað á einhverju tímapunkti að þessi mál væri á góðum veg og ég tel svo að hafi verið. Það er komið inn á orðið þjónustuskerðing og það er ofboðslega bara einfalt að kasta svona fram orði og það var svolítið fröld að fá frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins upplýsingar hvaða þjónustuskerðingu erum við að tala. Erum við að tala um þetta? Jú, að það sé ekki hægt í mánuð að taka á móti beiðnum eða erum við að tala um bara mjög alvarlega þjónustuskerðingu sem hefur verið viðvarandi í mjög langan tíma. Mér finnst einhvern veginn ekki hægt að kasta fram svona orði nema að geta einhvern veginn staðið á betur á bakveðinu. Og svo er spurt, af hverju er þessi leið valin frekar en einhver önnur? Ég velti fyrir mig hvernig svarar maður svona spurningu. Einhver önnur. Ég bara finnst þetta svolítið merkilegt að hlusta á þetta og ég sjálfur bara veit það ekki. Þessi leið sem er verið að fara er valin algjörlega með hagsmuni Hveragerðisbæjar að leiðarljósi. Það er ekkert öðruvísi. Yfirmaður þinn hefur verið til aðstoðar, Sigmar, yfirmaður leikskólanna, það er starfsfólk sem vinnur hérna í Hveragerðisbæ, sú leið er valin sem allt þetta góða fólk ákveður að fara í samráði. En ég veit ekki hvað þú átt við, en kannski getur einhver önnur leið sem að ég veit ekki hver er. Þú ert ekki tilbúin að útskýra hana. Kæra þakk fyrir þetta, Geir. Friðrik, gjörðu svo vel.
Já, forseti. Við tölum þjónustuskerðingu vegna þess að við höfum bara átt samtöl við fólk hér í sveitarfélaginu sem telja sig hafa orðið fyrir þjónustuskerðingu. Við höldum laugardagskaffi hjá Sjálfstæðisfélaginu og þar mættu aðilar sem bara tjáðu okkur það að þau höfðu orðið fyrir þjónustuskerðingu og þetta bara þá lýsum við yfir okkar áhyggjum vegna þess og komum með það hér fram. Við viljum auðvitað bara fá gögn í hendunar til þess að geta tekið ákvörðun þetta og við þess vegna erum að orða þetta þannig að hvers vegna þessi leið farin, ef við fáum gögnin í hendunar þá getum við rætt saman og spurt býtu en mögulega verið þessi leið möguleiki eða af hverju gerum við þetta ekki svona. Þannig að það þess vegna sem við orðum þetta svona. Við viljum taka þátt í þessu. Við erum jú að starfa fyrir bæinn sem bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúar eru bundnir trúnaði og við erum að stjórna þessu sveitarfélagi hérna. Þannig að öll starfsmannamál og allt svona eru auðvitað trúnaðarmál og eins og við segjum bæjarfulltrúar bundin trúnaði. Þannig að mér finnst að við erum að vera vel upplýst og mögulega meirihluti þessi mál og fá að koma að ákvörðunum sem snúa þessu, enda það bara hagur allra að vera upplýstir það sem í gangi. Takk fyrir þetta, Friðrik. Ég fagna áhuga á samstarfi. Samstarfi er lykill að góðum lausnum og það áhugavert að þið hafa áhuga á því að sinna samstarfi í þessu málaflokki en þar sem þið hafið í rauninni áður hafnað samstarfi á öðrum vettvangi. En þar batnandi með fólki er best að lifa. Það er bara frábært, ég fagna því. Orðið er áfram laust. Svo fer ég að ljúka mælendaskrá fyrir þennan dagskrárlið. Nú, ef það kveða sér ekki fleiri hljóðs, þá er í rauninni það þarf ekki að samþykkja þetta minnisblað, það er bara lagt fram til kynningar og þá tel ég þetta ágreitt og við snúum okkur þá að næsta lið sem er 8. liður, leigusamningur við Kvenfélag Hveragerðis Fljótsmörk 2. Lagður fram leigusamningur við Kvenfélag Hveragerðis leiguhúsnæði á Fljótsmörk 2 fyrir fræðslu og velferðarþjónustu Hveragerðisbæjar frá 2023 til 2033. Orðið er laust þennan lið. Nú, þakka þér svo mikið hljóðsun að ég bara óska eftir því að þeir sem samþykki þennan lið gefi merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Númer 9, húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2023, síðari umræða. Orðið laust. Gjörsvör. Já, forseti, þetta er þetta viðamikið plagg, húsnæðisáætlunin. Það sem bara ég velti fyrir mér er hvort að einhverja breytingar hafa orðið á milli umræðina sem að þá kannski fara fram með manni ef einhver upplýst það. Takk fyrir það, Friðrik. Nei, það hafa ekki orðið neinar breytingar á milli umræðina. Orðið er áfram laust. Gjörsvör, Friðrik. Já, forseti, því að ég og Njörður áttum ágætis samtal hér á síðasta bæjarstjórnarfundi varðandi húsnæðisáætlunina og félagslegar íbúðirnar og það sem stendur leggur sveitarfélagið fram 100% aukningu á félagslegum íbúðum á ári frá því sem áður var og það var ekkert félagslegt húsnæði keypt á síðasta ári og 0 sinnum 100% eru það væntanlega aukningu 0 félagslegar íbúðir á næsta ári sem er bara þá í samræmi við fjárhagsáætlun og það er bara vel. Takk fyrir þetta, Friðrik. Orðið er laust húsnæðisáætlunina. Eitthvað sem hefur leitt fyrir sig? Þá ætlum við bara, já, gjörðu svo vel, Sandra. Nei, ég bara með. Já, Sandra ætlar að flytja bókun sem að við fylgjum þessari síðar umræðum. Forseti, í málefnasamningi okkar Hveragerðisframsóknar kemur fram að ein af megináherslum kjörtímabilsins verði að tryggja fjölbreytt búsetuúrræði í Hveragerði. Þar með talið að stuðla að fjölgun félagslegra leiguhúsnæðis og leiguíbúða í gegnum íbúðafélög sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða.
Þessi áherslumál nú að finna í nýrri húsnæðisáætlun Hveragerðis sem sú fyrsta sem nýr meirihluti leggur fram. Í húsnæðisáætluninni fyrir að metnaðarfullt markmið fjölbreytt húsnæðisform svo að íbúar Hveragerðis hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði og hvort sem fólk þurfi á stuðning að halda með sín húsnæðismál eða ekki. Húsnæðisáætlun Hveragerðis nær því yfir húsnæðisþarfir allra íbúa, óháð eignarformi, stærð og gæðum húsnæðis. Vegna þess í áætluninni til dæmis að finna markmið verulega fjölgun fjölsins leiguhúsnæðis, markmið byggingu námsmannaíbúða og vilji til að fjölga íbúðum óhagnaðardrifna leigu og búsetu réttarfélaga. Húsnæðisöryggi eitt stærsta velferðarmál samfélagsins og þar eru sveitarfélög stefnumarkandi aðili. Með þeirri húsnæðisáætlun sem lögð hér fram Hveragerðisbær að leggja sitt af mörkum til að ná rammasamningi ríkis og sveitarfélaga aukið framboð íbúða og hlutfall íbúða á viðráðanlegu verði. Og undir þetta rita Dagný Sif, Halldór Benjamín, Hlynur, Jóhanna Ýr og Sandra. Takk fyrir þetta Sandra, orðalaust um þessa bókun. Nú, það kveður sem ekki ljós, þannig að þá ber ég upp 9. lið fundarins sem síðari umræða húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2025. Þeir sem samþykkja hana ekki. Hún samþykkt samhljóða. Og því næst á dagskrá fundarins 10. liður samþykkt byggingargjöld í Hveragerði síðari umræða. Orðið laust. Dagný, gjörðu svo vel. Forseti. Meirihluti okkar Hveragerðis og Framsóknar leggur hér fram tillögu að breytingum á samþykktum byggingargjöld í Hveragerði seinni umræðu og við erum að fylgja þessu og hlaða með bókuna. Með þeim breytingum sem lagðar eru til að samþykktinni eru uppfærðar og lagfærðar tilvísanir í lög og reglugerðir ásamt uppfærðri verðskrá og því að ákvæði samþykktinnar eru farið til betra samræmis við gildandi lagaumgjörð. Lagt til að ákvæði sölu byggingarréttar verði færðari reglur úthlutun lóða sem verða teknar fyrir undir lið 11 hér á eftir. Betur fyrir á því að feta síðan hinn lögboðnu byggingargjöld í samþykktinni en feta síðan atriði varðandi byggingarrétt í reglum sveitarfélagsins lóðaúthlutun. Lögð einnig til sú breyting að framkvæmdaleyfisgjald verði ákveðið hlutfall byggingarkostnaðar per fermetra af vísitölu hús í fjölbýlishús eins og hann hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands. En í núgildandi reglum að 0,75% af áætluðum framkvæmdakostnaði. Jafnframt lagt til að færð verði inn heimild til þess að við umfangsmiklar og flóknar framkvæmdir hafi sveitarstjórn heimild til að rukka eftir tímagjaldi byggingar og skipulagsfulltrúa. Frestur til að hefja framkvæmdir eftir útgáfu framkvæmdaleyfis sem síðan færður í 12 mánuði úr 2 árum til samræmis við gildandi reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 með síðari breytingum. Lögð að auki til svo breyting frá núgildandi reglum að tekin sé út málsgrein undanþágu gatnagerðargjalds í lokunarflokki B ásamt því að lagt til að eindagi gatnagerðargjalds gjalds fyrir byggingarrétt, stofngjald vatnsveitu og holræsa færist úr 30 dögum í 60 daga. Lagt einnig til að tekin verði út heimild til vaxtareiknaðs greiðslufrests á hluta gatnagerðargjalds og gjalds vegna sölu byggingarréttar til allt að 2 ára. Slíkar heimildir tíðkast síður í dag enda samræmist slík útgáfa skuldaviðurkenninga og í reynd lánastarfsemi illa hlutverki sveitarfélaga. Þetta jafnframt til aukinnar skilvirkni og einföldunar á allri umsýslu og vegum sveitarfélagsins hvað þessi gjöld varðar. Samþykktir þær sem hér eru lagðar fram verða öðruleyti efnislega sambærilegar þeim reglum sem samþykktar voru á bæjarstjórn þann 9. mars 2009 með síðari breytingum. Og undir þetta rita Dagný Sif, Hlynur, Sandra, Halldór og Jóhanna Ýr. Við viljum leggja hérna til sömuleiðis í draugunum sem liggja fyrir fundinum að það er inni 15 málsgrein 12 greinar þar sem að segir að endurgreiðsla gatnagerðargjalda vegna lóða sem úthlutað var eða byggingarleyfi var veitt á fyrir gildistöku samþykktir þessara skal verðbætt með vísitölu neysluverðs frá greiðsludegi til greiðsludags. Þetta ákvæði í núgildandi samþykkt vegna breytinga sem átti sér stað árið 2009 en þetta á ekki við lengur og við leggjum því til rauninni að fella þetta út úr breyttum reglum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Lögfræðingur þetta tala. Orðið laust þennan lið. Við sem sagt leggjum til þessa breytingu á þessum lið þannig að ekki bara lesa, við sem sagt þurfum rauninni að samþykkja það sérstaklega og svo rauninni að samþykkja í heild sinni alla samþykktina. Þannig að ég ætla bara að lesa upp, bæjarstjórn, það er gerð tillaga það að bæjarstjórn samþykki breytingu á samþykktinni þannig að útfalli endurgreiðsla gatnagerðargjalda vegna lóða sem úthlutað var eða byggingarleyfi var veitt á fyrir gildistöku samþykktar þessarar skal verðbætt miðað við vísitölu neysluverðs frá greiðsludegi til endurgreiðsludags. Þeir sem að
sjá sér fært að samþykkja að þetta verði tekið sem sagt út úr samþykktinni, gefi merki. Og það samþykkt samhliða. Þetta gott svona góð kvöldlesning, ef maður á með að sofna. En þetta gott. Heyrðu, þá það í rauninni þessi áætlun, þessi samþykktu byggingagjöld, það orðið laust þau í heilsinni. Þakka þeir sem engin hljós og þeir sem að geta því samþykktum byggingagjöld í Hveragerði með þessari breytingartillögu gefið merki. Samþykkt samhljóða. Einhverjar athugasemdir? Nei, ég ætla bara svona svara, Já. Ef við eitthvað spurningar út í það. Það búið að snakka. Ég veit að ég var bara svo sein, þú veist að þetta er bara, ég bara treysti því að það sé í lagi. Bara á ég að taka aðeins úr Við bara gjör svo vel, við erum búin að samþykkja þetta en þú getur til útskýringar. Já. Lögfræðingur bæjarins hefur unnið þetta með okkur. Þetta var mjög mikil lesning. Ekki að tala um mig. Nei, þú ert ekki lögfræðingur bæjarins. En það sem þessi gjaldskrá, þessar breytingar, þetta var svolítið miðað við skoðum svolítið Mosfellsbæ, við skoðum Árborg og við skoðum nærliggjandi sveitarfélög á sambærilegri stærð og í nágranna sveitarfélögin okkar. Og útkoman var þessi bara í rauninni og Jón Friðrik, byggingafulltrúinn okkar, vann þessa vinna með okkur. Þannig að þarna erum við svolítið að hækka upp. Þið getur svo bara að skoða þetta með það sem var. Þannig að þetta er svona svolítið verið að setja þetta upp í eins og gengur að gerist í öðrum sveitarfélögum núna. Þannig að einbýlishús 15%, para, tvíbýli og keðjuhús 14% og svo fjölbýlishús 10%. Það er svona Já, takk. Takk fyrir þetta Sandra, já, bara í rauninu svona kannski að uppfæra þetta miðað við það sem gengur að gerist í dag. Gott mál, þá vorum við búin að samþykkja þetta. Nú þá það númer 11 reglur úthlutun lóða. Hér lagðar fram reglur úthlutun lóða í Hveragerði, orðið laust þennan lið. Þannig, og svo næstur, já, Friðrik svo næstur. Forseti, bara aftur með bókum bara næstu skýring á því hvað er verið að uppfæra í rauninni eða breyta í þessum reglum. Ég vissum að það öll mjög spennt að heyra þessa lesningu. Meirihluti okkar Hveragerðis framsagnar leggur hér fram tillögu á breytingum á reglum úthlutun lóða í Hveragerði. Þær tillögur á breytingum sem liggja hér fyrir færa ákvæði reglna úthlutun lóða í Hveragerðisbæ til betra samræmis við gildandi lagaumgjörð ásamt breytingum til samræmis við breytingar á samþykktum byggingagjöld í Hveragerði samband lið 10 hér á undan. Hingað til hafa reglur sölu byggingaréttar komið fram í samþykkt Hveragerðisbæjar byggingagjöld. En lagt til að þær verði færðari reglur úthlutun lóða, eins og lagt var upp með við afgreiðslu liðar 10 hér undan. Er lagt til að ákvæði sölu byggingaréttar verði breytt í almennt viðmið við lóðaúthlutun og almennt verði miðað við að söluverð hans verði ekki lægra en 30% af gatnagerðargjaldi. En með lóðaúthlutun á vegum bæjarins undanfarin ár hefur almennt verið tekið mið af því söluverði byggingaréttar. Er breytingin þannig til aukins skýrleika og gagnsæis. Samhliða þessu er lagt til að tekin verði út viðmið hámarks- og lágmarkshlutfall söluverðs byggingaréttar af gatnagerðargjaldi og lagt er einnig til að umgjörð sölu byggingaréttar og heimildir til að knýja á að framkvæmdir hefjast verði einfölduð. Gert er ráð fyrir að umsækjendum lóð greiði óafturkræft staðfestingargjald við staðfestingu lóðarumsóknar á fjárhæð krónur 200.000 per íbúð eða 400.000 krónur vegna atvinnuhúsnæðis, en lögð til þessu breyting að fjárhæðin uppfærist 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs. Þetta eru sömu fjárhæðirinn og voru inni áður en erum að bæta við verðbótunum áðum. Lögð er jafnframt til þessu breyting að færð verði inn í úthlutunarreglurnar almenn heimild til bæjarráðs að fengnu samþykki bæjarstjórnar að veita vilyrði eða úthluta lóð eða lóðum án undangengina auglýsingar í sérstökum undantekningartilvikum en í gildandi reglum er kveðið á fortakslausa auglýsingaskyldu. Með þessu er fengið aukið svigrúm sem getur til að mynda nýst í viðræðum við atvinnurekendur og ferðaþjónustuaðila sem hafa hug á að byggja starfsemi. Reglur þær sem hér eru lagðar fram eru að öðru leyti efnislega sambærilegar þeim reglum sem samþykktar voru bæjarstjórnar 15. júní 2018. Undir þetta rita Dagný Sif, Hlynur, Sandra, Halldór Benedín og Jóhanna Ýr. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný og Friðrik. Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þessa yfirferð Dagný. Ég er aðeins hugsi yfir þessum texta sem bætist þannig við í annarri grein og við bæjarfulltrúar D-listans erum það en þarna
finnst okkur þetta stangast aðeins á við 8. grein í reglunum og stjórnsýslulög jafnræði við afgreiðslu umsókna. En okkur finnst það skjóta skökku við að bæjarráð eða bæjarstjórn getur bara ákveðið að afhenda úthluta einhverjum lóðum sem að sækja það ef það hefur ekki verið auglýst. Þess vegna ætlum við að leggja fram hér tillögu breytingu á þessum texta að í stað textans í sérstökum undantekningartilvikum er bæjarráð heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnum samþykki bæjarstjórnar. Komi eftirfarandi texti: komi fram ósk úthlutun lóða sem ekki hefur verið auglýst skal hún auglýst sérstaklega á heimasíðu Hveragerðisbæjar, hveragerði.is, í að minnsta kosti 2 vikur áður en umsóknir eru teknar til afgreiðslu á fundi bæjarráðs. Þetta er svipað og er í reglum hjá Árborg og Ölfusi, að ég hef allan að séð. Mér þykir allan að við höfum haft þann háttinn á að allan að hefur það komið til hér í Hveragerði að það var óskað eftir leyfi til dæmis að byggja kaffihús í Listagarði. Þá var tekin sú ákvörðun að í staðinn fyrir að afhenda einhverjum einum aðila sem hafði áhuga að auðvitað bara auglýsa þá eða einhver annar hefði áhuga. Þannig að við séum þá að gæta jafnræðis að það sé ekki bara hægt að fleiri eigi þá kost á að geta líka boðið í lóðir. Þannig að við leggjum þessa breytingu hér fram. Ég skal senda textan. Já. Takk fyrir þetta, Friðrik. Meirihlutinn ætlar að taka fundarhlé klukkan 18:33. Þetta er samt okkur. Manstu ekki? Törður. Já, takk. Náðu góðu sömu hérna.
Þá höldum við áfram með fundinn klukkan 19:06 og Friðrik hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, eftir gott samtal og samráð hér í fundarhléi þá höfum við fulltrúar D-listans óskað eftir að draga tilbaka tillögu okkar sem við lögðum hér fram um breytingu á úthlutunarreglunum. Það sé það komið á framfæri. Takk fyrir þetta Friðrik og Dagný, gjörðu svo vel. Forseti, meirihluti okkar Kveikjars og Framsóknar vilja gera breytingu á þeirri bókun sem var lesin hér áðan. Þannig að í stað umfjöllunar aðra málsgrein 2. greinar sem var hér áður að þá komi eftirfarandi. Í gildandi reglum kveðið á fortakslausa auglýsingaskyldu en lögð til sú breyting að lóðir skuli að jafnaði auglýstar. Með þessu fengið aukið svigrúm sem getur til að mynda nýst í viðræðum við atvinnurekendur og ferðaþjónustuaðila sem hafa hug á að byggja upp starfsemi. Og samhliða þessu, þá viljum við leggja til að fella út aðra málsgrein 2. greinar regluna. Það sem fram kemur að í sérstökum undantekningartilvikum sé bæði ráðið heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóð eða lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný og þá greiðum við atkvæði í rauninni um þessa tillögu og svo reglurnar í heild sinni. Það er sem sagt lagt til við bæjarstjórn að samþykkja að fella niður aðra málsgrein 2. greinar í sérstökum undantekningartilvikum bæjarráði heimilt að veita vilyrði eða úthluta lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Þeir sem að samþykkja að fella þetta út gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og nú þá er það reglurnar í heild sinni, ekki það ég ætla að gefa kannski orðið laust fyrir þær, fleiri sem vilja tjá sig málið. Nú þeir sem og það kveður svo engin hljós og því ber ég reglurnar úthlutun lóða með þessari, til samþykkta með þessari breytingartillögu sem við gerum hérna áðan. Þeir sem samþykkja það gefur ekki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasti dagskrárliður fundarins, það er 12. liður samningur beitarafnot af Sólborgarsvæðinu til 31.12.2026. En hér er lagður fram samningur við Hestamannafélagið Ljúf beitarafnot af Sólborgarsvæðinu til lok ársins 2026. Orðið er laust þennan samning. Engin í hestunum hérna. Herra, við fögnum þessu og ég ætla að bera þetta fyrir fundinn sem þeir sem samþykkja þennan samning gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Nú, svona áður en við ljúfum hérna dagskrá þá langar mig að endingu bara að þakka fyrir virkilega góðan og bara málefnalegan fund. Og mér langar líka að þakka starfsmönnum bæjarins, Geir og Helgu fyrir undirbúa fundinn og öðrum sem að komu að honum. Og við þá bara þakka ég ykkur fyrir sem að hlýddu og við slökkvum á upptöku klukkan 19:09 en við höldum samt áfram fundinn þangað til að Helga er búin að